Maður sem grunaður aðild að hraðbankaráni í Mosfellsbæ í fyrrinótt hefur gefið sig fram við lögreglu. Hann játaði aðild að hraðbankaráni sem framið var í Hamraborg í Kópavogi í fyrra. Börn á Gaza hafa verið svipt æskunni, segir talsmaður UNICEF. 40.000 börn hafa misst annað foreldri eða bæði. Ísraelsher hefur kallað út 60.000 manna varalið fyrir hertöku Gazaborgar. Stýrivextir Seðlabankans eru óbreyttir 7,5%. Seðlabankastjóri segir viðbúið að verðbólga aukist með haustinu en á nýju ári dragi úr henni. Norskir kafarar fundu 2 eldislaxa í ám á Norðvesturlandi í dag. Einn þeirra segir enn fullsnemmt fyrir nýsloppinn eldislax að ganga upp í ár og því gæti verið ráðlegt að leita á ný í haust. Hafnarfjarðarbær og eigendur húss sem brann hafa í 2 ár deilt hver beri ábyrgðina á brunarústunum sem staðið hafa óhreyfðar. Hafnfirðingur segir íbúa langþreytta og vilja húsið burt. Gott kvöld. Lögregla hefur krafist gæsluvarðhalds yfir manni sem grunaður aðild að hraðbankaráni sem framið var í Mosfellsbæ í fyrrinótt. Þá var gröfu ekið inn í útibú Íslandsbanka og hraðbankinn fjarlægður í heilu lagi. Mannsins var leitað af lögreglu í gær, meðal annars á heimili þekkts brotamanns. Taldi lögregla líkur á því að maðurinn væri vopnaður og því var sérsveitin með í för. 6-leytið í gærkvöld gaf hann sig fram við lögreglu og hefur verið í haldi síðan. Lögreglu bárust upplýsingar það að hann kynni að tengjast þessu hraðbankamáli, þannig að hann bara gaf sig fram og útskýrði það að hann hefði enga aðkomu að málinu. Maðurinn er á fertugsaldri og hefur nokkrum sinnum komið við sögu lögreglu áður. Fyrr á árinu sat hann í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að Þorlákshafnarmálinu, þar sem karlmaður á 70-aldri lést af sárum sínum eftir að hafa verið misþyrmt. Maðurinn var þó ekki ákærður fyrir aðild að því máli. Það var svo í mars í fyrra að 2 menn stálu á 300 milljóna króna úr peningaflutningabíl öryggismiðstöðvarinnar í Hamraborg í Kópavogi. Verknaðurinn virtist þaulskipulagður og tók ránið aðeins nokkrar sekúndur. Mennirnir óku á brott í bifreið sem aldrei hefur fundist. Tómar peningatöskur með litasprengjum fundust svo stuttu síðar. Nokkrum vikum eftir ránið var einn umræddi maður handtekinn eftir að hafa notað litaða seðla í spilakössum. Hann sat tíma í gæsluvarðhaldi en hefur ekki verið ákærður í málinu enn. Hann hefur játað hlutdeild í því máli að hafa aðstoðað og hann verður væntanlega einn ákærður. Málið er á borði ákærusviðs lögreglunar. Stjórnvöld í Ísrael hafa kallað til 60.000 manna varalið hersins til að taka yfir Gazaborg. 100.000 halda til í borginni sem er illa farin eftir árásir Ísraela tæp síðustu 2 ár. Við vörum við myndum í þessari umfjöllun. Ísraelsher hefur drepið 19.000 börn á Gaza á síðustu 22 mánuðum. Talsmaður UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, segir öll eftirlifandi börn á Gaza hafa orðið fyrir miklum áföllum og þau verið svipt æskunni. Dagleg rútína fólks á Gaza er löngu farin úr skorðum vegna árása Ísraels hers, hungurs og sjúkdóma. Þessi börn fara daglega með pappa sínum í vinnuna. Nám stunda þau ekki því skólinn þeirra er rústir einar eftir árásir. جايبهم معايا يشتغلوا من الشوارع بدل ما يكونوا في الشوارع وانتم شايفين كيف الحرب يعني دمرتنا صار يعرف يفكوا ويعملوا يسووا واللي انت عارف كيف العيشة غالية. It's unbelievable, but the situation continues to deteriorate really by the day. We're today at the worst point that we've ever been at in this war. 40.000 börn á Gaza hafa mist annað eða bæði foreldri, samkvæmt palestínskum yfirvöldum í síðasta mánuði. UNICEF telur að vegna aukins þunga í árásum Ísraels hers séu núna orðin fleiri. 2.000 börn hafa mist báða foreldra sína. Talsmaður UNICEF segir að öll börn á Gaza, 1 milljón talsins, hafi orðið fyrir skelfilegum áföllum og séð og upplifað hluti sem engin börn ættu að gera.
every single child in Gaza is deeply traumatized today because of the things they've witnessed, but also because of the very toxic stress that they are under. But for sure, those 40,000 children who have lost one or both relatives are even more vulnerable than other children. These children are largely taken care of by extended families. Eldri sískinni, ömmur og afar og sískinni foreldra taka börnin að sér. Hópur barna á engan að. Rósalía segir þau ekki mörg og að UNICEF ekki stofnun fyrir þau. Ekkert barn ætti nokkur tíma að upplifa aðstæðurnar á Gaza. They've seen people dying and many children have actually seen their own relatives dying. Talsmaður UNICEF hefur dvalið á Gaza og lýsir því þannig að hún hafi stöðugt verið á varðbergi því að yfir svífi árásardrónar og sprengjuþotur. Það sé vitað að úr þeim varpi hermenn sprengjum en ekki hvar. You're waiting to hear the explosion. It's an extremely stressful situation. And that is a situation that children have been stuck in for 22 months. But also, children are acutely aware that there is no safe place inside Gaza. Children talk about dying. They're very afraid to die, but they're even more afraid that their parents are going to die and that they're going to be left on their own. Talsmaður UNICEF segir ekki mega gleymast að lífsreynsla sem þessi hafi áhrif á fólk ævina á enda og því sé mikilvægt að börnin fái sálfræðiaðstoð. Their childhoods have been taken away from them. And therefore it's also really important children are able to go back to school to restore routine and normalcy. Og þá öðru. Peningastefnunefnd Seðlabankans spáir aukinni verðbólgu síðar á árinu en úr henni dragi á því næsta. Seðlabankastjóri segir mikilvægt að koma böndum á fasteignamarkaðinn. Við höfum séð bara meiri kraft í kerfinu, það meiri hagvöxtur og bara meiri gangi, þannig að verðbólga hefur ekki gefið eftir. Við höfum heldur ekki séð endilega aðlögun á fasteignamarkaði eða leigumarkaði, það enn einhver hækkanir þar að fara í gegn. Þannig að þó við sjáum skýr merki að það að kólna í kerfinu, það að segja við erum að sjá bara nýjum störfum að fækka, það að koma fram aðlögun að þá samt en smá verðbólga til staðar. Verðbólga eykst væntanlega með haustinu, segir Seðlabankastjóri með föstum liðum eins og útsölulokum og fleiru, en á næsta ári megi gera ráð fyrir að það dragi úr verðbólgu. Eitthvað hluti þetta líka byggt á því að við séum að sjá fasteignamarkaðinn, leiguverð og fleira hætta að leggja fram verðbólgu eins og hefur verið. Það sé eitt lykil þátta í baráttinu við verðbólguna. Meginvextir bankans voru síðast undir 7,5% í mars 2023, síðan þá hækkuðu þeir og náðu hæst 9,25%. Þannig heldust þeir í rúmt ár en eftir það tók við vaxtalækkunarferli sem nú hefur stöðvast tímabundið í það minnsta. Aðferðafræðin röng? Nei, en hins vegar við Íslendingar hafa gríðarlega mikið þolgátt á vöxtum. Það kannski meira þannig. Við séum lítið vöxt í einkaneyslu. Þráttur það sé töluvert mikil vöxtur í launum og kaupmætti. Þessi kaupmáttin hækka alveg töluvert. En fólk ekki endilega að eyða launum sín, það að leggja launin sín fyrir. Þannig við sjáum að sá hluti peningastefnunnar hann að ganga alveg upp. Fólk að spara einhverju marki þó. En eins og miklu meiri fjárfesting. Miklu meiri gangi í fjárfestingu heldur en hefur verið. Velkomin Katrín. Þessi ákvörðun í dag kemur nú kannski ekki mikið óvart. Ertu sammálenni? Já, í sjálfu sér ég sammálenni. Það hefði verið óeðlilegt hefði eitthvað annað, einhver annar ákvörðun hefði verið tekin. Já, af hverju? Verðbólgan hefur verið að dansa hann í kringum 4% og ef að vextir hefði verið lækkað þá hefði það þýtt minna aðhald og það ekki góð ákvörðun meðan verðbólgan yfir verðbólgumarkmiði. Hvað með verðbólguvæntingarnar? Það auðvitað mikið horft til þeirra. Já, það svona held ég einn af stóru vandamála sem við horfumst í augu við, að verðbólguvæntingarnar í kringum 4% líka, eins og verðbólgan, og það verður erfitt að ná verðbólgunni niður nema við sjáum verðbólguvæntingarnar fara líka niður. Einmitt. En vaxtalækkunarferlið, það var núna hafið eftir margar vaxtahækkanir og 9,25% stöðu að vexti í bara rúmt ár. Hvernig sérðu framhaldi fyrir þér? Lækkun í kortinum, mun það halda svona eða jafnvel hækka aftur? Það var náttúrulega óskandi við getum haldið áfram að lækka, en það því miður þar sem verðbólgan stöðu 4%, þá sé ég ekki að það verði vaxtalækkanir alveg á næstunni. Það verði einhverjir mánuðir í það,
en mér finnst afar ólíklegt að vextirnir fara hækkandi. En hvað þarf til? Það þarf, við erum að sjá svona ytra umhverfið, það að segja, það að minnka þenslan í hagkerfinu, þannig að það svona á réttri leið, en það eru töluverðar verðhækkanir víða en þá, að vísu, hækkanir á fasteignaverði að minnka, þannig að þetta svona kemur hægt og rólega. Það verður náttúrulega fróðlegt að sjá hvað kemur í fjárlagafrumvarpinu núna í september. Það svona kannski stóra sem við sjáum á næstunni sem getur hjálpað til. Já, sem getur breytt í ykkur átt. Já. Össur í lokin, seðlabankastjóri sagði þarna áðan að landsmenn hefði gott þol fyrir háum vöxtum. Ertu sammála því? Það svona voða misjafnt hvað mikið þol, en það væri mjög æskilegt ef við getum náði aðeins niður, en þá þarf að minnka ennþá meira þenslan og verðbólgan. Já, við sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna, Katrín. Takk fyrir. Og þá öðru. Eldislaxarnir sem veiddust fyrstir í Haukadalsá í Dölum miðað viku verða erfðagreindir á morgun. Þá á að liggja fyrir úr hvaða sjókvíum þeir sluppu. Norskir kafarar leituðu eldisfiska í dag, í Hrútafjarðará enn leitað en þar fundust 2 eldislaxar nú skömmu fyrir fréttir. Engir laxar úr sjókvíum fundust í Miðfjarðará né Búðardalsá og ekki í einum vinsælasta laxveiðihylli landsins, Hnausastreng í Vatnsdalsá í Austur-Húnavatnssýslu. Norsku kafararnir stungur sér til sunds rétt áðan í hylnum þar sem að fyrsti laxinn fannst og eru hérna að láta sig renna niður með ánni og í áttina sjó. Við ætlum að ná þeim þegar þeir koma upp úr og eftir svona 30 mínútur og sjá hvað þeir segja, hvort finnst eitthvað meira af eldisfiski hérna í Vatnsdalsá. How was it? The visibility was too poor for some real inventory of the river system, so we have seen a few fish, no farmed fish, but the conditions is out of the scale where we can do some real counting of fish. You're going to try again here? Yep, we are going to swim through a deep glide between the pillars of the bridge and look for some fish there, and I think that will be the last bit of the river today. Was it any different? Did you see something? It was not any different. Very poor visibility. Are you not cold? I'm cold just standing here by the river. Not at all. We are very warm. The coldest part is dressing up. When you just have the suit on and have some action, you're warm, pretty warm enough. I think the conclusion from the preliminary research that we have done is that so far, at least, not many farmed fish has entered Icelandic rivers. At least not fish that has recently escaped. At this point, we will leave Iceland tomorrow, and it's up to Fiskistofa and decide whether to call on us again later in the fall. It's still early for farmed fish to migrate up the river, so it can still be some influx of farmed fish into the rivers. Tæplega 11 ára drengur lést úr malaríu á Landspítalanum 18. ágúst. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu kom drengurinn fárveikur með sjúkrabíl á spítalan og lést skömmu eftir komuna þangað. Móðir drengsins og systkini liggja á Landspítalanum einnig með malaríu. Þau höfðu nýlega ferðast til Úganda í Afríku. Malaría smitast ekki á milli manna, heldur með biti frá sýktri moskítóflugu. Nýir mælar Veðurstofuna við Ljósufjallakerfi sýna ekki landris. Á íbúafundi sem Almannavarnanefnd Vesturlands hélt í Borgarnesi síðdegis var sagt frá auknu eftirliti vegna jarðskjálfta við Grjótárvatn. Veðurstofan fjölgaði jarðskjálftamælum, bætti við GPS-mælum og fjölgaði gasmælingum. Jarðskjálftavirkni áfram stöðug og heldur sig á 15 til 20 km dýpi. Þó sérfræðingar telli þetta benda til kvikurhreyfinga hafa eldsumbrot í Ljósufjallakerfinu sögulega séð ekki valdið miklum usla. Þá líklega ekki von á stórum skjálfta. Yfirleitt allavega ef þetta tengist kviku og það sem við höfum verið að sjá þarna það að þetta eru frekar svona margir litli skjálftar. Þannig að það er svona síður að við myndum búast við einhverjum stærri skjálftum. Þarf fólk að hafa áhyggjur af einhverju? Nei, svona raunar ekki. Það er alltaf gott að fylgjast vel með og þarna svona af því náttúrulega auðvitað svona náttúrulega óþægilegt þegar þetta að gerast og svona eru með svona jarðskjálfta, það getur verið fyrir fólk. En
Þetta svona á nú að vera tiltölulega meinlítið. Rústir hús sem brann fyrir 2 árum í Hafnarfirði hafa staðið óhreyfðar vegna deilna bæjaryfirvalda og húseigenda, bæjarbúum til lítillar gleði. Bærinn hefur sett húseigendum afarkosti að rífa húsið sem þeir sætta sig ekki við. Og þetta var fyrir sléttum 2 árum og svona lítur þetta út í dag. Brunnir innanstokksmunir, spýtnabrak og hálfhrundir veggir. Þannig hefur útliti verið á lóðinni Hvaleyrarbraut 22 á Holtinu í Hafnarfirði, en nú getur orðið breyting á því Hafnarfjarðarbær hefur innkallað lóðina og ætlar að byggja þar íbúðir. Það verður farið í niðurrif hér á þessu húsi ekki seinna en í september. Nú eru 2 ár síðan þetta gerðist, af hverju ekki verið gert fyrr? Það tók hátt í 20 mánuði líklega að reyna að ná lendingu, að reyna að ná samtalinu á þann veg að allir eru sáttir varandi niðurrif og uppbyggingu, en það tókst ekki. Samtals eru 18 eigendur að húsunum á lóðinni. Þeir vildu gera nýjan leigusamning við bæinn og létu skipuleggja lóðina. Það var altjón á hluta á húsinu en hluti stóð eftir og óskemmtur eins og þetta bíl hérna fyrir aftan okkur. Og þannig að við fórum fyrst fram á það að fá að rífa þann hluta sem var ónýtur og gerum það bara strax eftir brunann til þess að fjarlægja rústirnar og gera þetta svona skemmtilegra umhverfi hérna. Svavar segir að húseigendum séu bónar brunabætur sem í mestalagi 40% af markaðsvirði og það vilja þeir ekki una við. Við viljum í rauninni fá að losa þetta og fá markaðsverð fyrir þetta og við viljum rífa þetta. Við höfum margsins beðið að fá hluta niðurrif eða að bærinn komi inn og kaupi þetta. Hver ber ábyrgð á þetta hefur staðið svona lengi? Megin ábyrgð liggja á bænum er líka vissulega hjá lóðarhöfum. Ef það verður ekki byrjað á niðurrifi fyrir lok ágúst þá mun bærinn fara í niðurrif í september. Við munum ekki rífa húsið niður fyrir að það kemur niðurst. Þetta við teljum að bærinn síðan brjóta á rétti okkar. Og meðan á þessu hefur gengið standa brunarústirnar enn. Bæjarstjórinn segir ófáar athugasemdir hafa borist frá bæjarbúum enda er lítil bæjarprýði þarna á ferð og húsið sé slysagildra. Og við íbúar í skipunum er langt þreyttir á þessu ástandi hérna. Fólk hefur mikla skoðun á þessu og er mjög þreytt á þessu. En hafið þið fengið ykkur svör frá bænum? Nei. Við fekk svar að ætti að rífa þetta innan 4 vikna í byrjun maí. Valdimar, er gott að hús fá að standa í þessu ástandi svona lengi? Nei, það er ekki gott. Kirkjan í Kiruna í Svíþjóð sem byrjað var að flytja í gær er komin á leiðarenda. Ferðin gekk vel og var kirkjunni ekið á stórum fjarstíðum palli. Kirkjan sem vegur 672 tonn var flutt 5 kílómetra leið. 8 ár tók að skipuleggja flutningin. Ráðist var í hann því að miðbær borgarinnar var færður svo hægt að stækka járnnámu. Þúsundir fylgdust með flutningnum, ýmist á staðnum eða í beinni útsendingu í sjónvarpi. Næsta skref verður að leggja loka hönd á grunninn og koma kirkjunni á réttan stað. Það styttist í menningarnótt sem verður í Reykjavík á laugardag. Undirbúningur er í fullum gangi, meira eftirlit verður í borginni en áður og hátíðinni lýkur líka fyrr en verið hefur með flugeldasýningu klukkan 10 að loknum tónleikum á Arnarhóli. Dagskráin verður fjölbreytt, tónlist, leiklist, dans og sviðslistir svo eitthvað sé nefnt og mælst er til að börn og foreldrar njóti saman og verði samferða heim. Ég hef mjög góða tilfinningu fyrir laugardaginn. Ég hef vona innilega að það verði svona gott veður eins og það er núna en það verður alltaf gott veður í borginni og það eru yfir 400 viðburðir og ég stefnir í bara með þáttöku. Og okkur fannst bara skemmtilegt og viðeigandi svona því við erum að biðja fólk að koma glatt og brosandi í bæinn að hvetja fólk til að koma í Bleiku. Það var víst uppáhaldslitur Bryndísar Klöru sem einmitt lést með hörmulegum hætti á síðustu menningarnótt og við viljum kannski setja svona svolítið svipa bæinn með því að mæta í Bleiku við sem eigum bleik föt í það minnsta og sýna bara þann kærleika í verki sem hún og hennar aðstandendur hafa talað fyrir. Njálu brenna og Njálu messa er meðal þess sem verður í boði á svokallari Njálu vöku sem hefst í Rangárþingi á morgun. Það skiptir máli að halda Njálu á lofti, segir höfundur leikþáttar sem verður opnunaratriði hátíðarinnar. En sá hlutur var að ráði hans og honum óg segi skegg. Í hvar? Ætlaði ekki að raka því til eftir kvöldsins? Hvernig var það? Nei, ég ætlaði ekki að gera það. Yngvar, Njáll var skegglaus. Ég veit það. Þetta eru svona innþáttungar sem ég vann upp úr Njálu og svona flétta þetta inn í
svona setningarhátíð, njáluhátíðirnar hérna á Rangárvöllum. Hallgerður, fyrirgefðu, veistu það, núna þegar ég horfa á þetta eftir á, alltaf vetur eftir á, það er þetta auðveldara, þá sé ég að þetta gekk of langt, þessar deilur okkar Hallgerðar, þessi húskarlavíg. Já, við erum að taka svona the best of, svolítið, njála og fletta það saman. Bergþóra, vitið það? Hún hefur hatað mig frá fyrstu kynnum og unnið markvisst gegn mér alla götur síðan. Fyrirgefðu, ég Þetta er svolítið okkar Shakespeare. Þú veist, þetta eru, og sko við erum að nota upprunalega textan úr Njálu. Þetta eru stór orð, stóra setningar, í stóru íþróttahúsi. Gunnar Hámundarson bjó að Hlíðarenda í Fljótshlíð. Hann var mikill maður vexti og sterkur. Þetta er bara okkar menningararfur og allar þessar sögur. Þetta bara skiptir rosalega miklu máli að við höldum svo lofti og allir þekki þetta. Þú veist að börnin okkar lesa þetta og þekki þetta. Þá að veðri. Yfir landinu er hæðarsvæði og vindur því hægur og breytilegur. Sums staðar þokubakkar við ströndina norðan til en annars allvíða bjartviðri og skýjað með köflum sunnan og vestan til á morgun. Hiti 12 til 20 stig, hlýjast norðaustan til. Við förum nánar við veðurhorfur að loknum íþróttum. Íslenska körfuboltalandsliðið varð fyrir blóðtöku í dag þegar aðeins 8 dagar eru í fyrsta leik liðsins á Evrópumótinu í Póllandi. Spennan magnast fyrir bikarúrslitaleik Vals og Vestra í fótbolta á föstudag. Vestri í bikarúrslitum í fyrsta sinn og Ísfirðingar eru afar stoltir og fullir eftirvæntingar fyrir leikinn. Íþróttir hér eftir fréttir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður sem grunaður aðild að hraðbankaráni í Mosfellsbæ í fyrrinótt hefur gefið sig fram við lögreglu. Hann játaði aðild að ráni sem framið var í Hamraborg í Kópavogi í fyrra. Börn á Gaza hafa verið svipt æskunni, segir talsmaður UNICEF. 40.000 börn hafa mist annað foreldri eða bæði. Ísraelsher hefur kallað út 60.000 manna varleið fyrir hertöku Gazaborgar. Stýrivextir Seðlabankans eru óbreyttir 7,5%. Seðlabankastjóri segir viðbúið að verðbólga aukist með haustinu en á nýju ári dragi úr henni. Norskir kafarar fundu 2 eldislaxa í ám á Norðvesturlandi í dag. Einn þeirra segir enn fullsnemmt fyrir nýsloppinn eldislax að ganga upp í ár og því geti verið ráðlegt að leita að ný í haust. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á RÚV.is má að vanda nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, á ensku og á pólsku. Þessum fréttatímanum er lokið, verið sæl og njótið kvöldsins. Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt.